Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni klukkan 8, þá var þess að fréttir. Hjá mér María Lilja og Sigurjón Magnús. Við nú stundum haft það hérna fremst ef að önnur sjónvarpsstöðin með nýja könnun og Sýn var með nýja könnun áðan. Það var könnun í borginni. Og þeir birtu þetta graf sem að þetta kannski er flókið. Já, það er svolítið erfitt að skilja þetta. Já, þannig að ég bjóð til bara mitt eigið graf. Sýni það einna næst. Já. Því að þetta er nú eiginlega ekkert skárað sko. Heyrðu, þarna raðaði fyrst eru 5 flokkarnir sem að mynda meirihlutann og þið sjáuð að Samfylkingin að bæta við sig svona 5%. Píratar að tapa, sósíalistar að tapa, VG þarna niðri ennþá og Flokkur fólksins að tapa og missir mann. Það sem að gerist að Píratar tapa 2, sósíalistar 1 og Flokkur fólksins 1, en Samfylkingin bætir við 1, þannig að meirihlutinn fær 43,7%. Hann fekk í kosningunum svona 48 pluss, og svona undir meirihlutann. Þannig að hann missir þarna 4,4 og missir meirihlutann, svo það 12 borgarfulltrúar til að meirihluta. Hinum megin þá bæta við sig 2 þingmönnum, hver flokkur. Borgarfulltrúum. 2 borgarfulltrúum fyrir ekki. Það Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn og Miðflokkurinn kemur nýr inn með 2 borgarfulltrúar samkvæmt þessu. Framsókn tapar, var með 4, fær bara 1. Það er svona ágætt á þeim, það stundum fyrir með engan. Þannig ég bjóð til svona meirihluta sem væri hægrið, Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Miðflokkur, að þeir ná 12 fulltrúum. Er þetta líklegu kostur? Getur Viðreisn og Miðflokkurinn verið í sömu hjónabandi, svo er alltaf sagt, það er alltaf verið að líka hérna svona stjórnarsamstöru við hjónabandið. Ég held að fari svolítið eftir því hver verður fulltrúi Viðreisnar. Ég held að núverandi fulltrúi rættu kannski aðeins við að vera með það, ég veit ekki. Núverandi fulltrúin ætlar ekki að fara fram. Ætlar ekki að fara fram, en það er ekki komið ljós hver það er. Vigdís Hauksdóttir í kjördæminu þar. Í Miðflokknum, það er óvíst hverju verður þar. Já, en það eru svona aðeins ýmsir nefndir og einhverjir farnir að svona bjóða fram krafta sína. Við getum ekki spáð fyrir, ég verður að sökkja komið því, við getum ekki spáð fyrir út frá því hverjir sitja þarna inni, við vitum ekki. Nei, við vitum ekki. En flokkarnir sjálfir, svona til dæmis í þingi og annað slíkt, er þetta líklegt að þeir gæti verið saman? Já. Mér finnst það Já, þetta er ekkert með svona ósvipaðar stefnur. Náðu því, það var afl til þess að þeir hafa 12 þessir 3, það er þess að því að framsókn dugar ekki neinum, það dugar ekki að henda Viðreisn út og taka framsókn, það var þetta ekki með. Sko meirihluti Einars Þorsteinssonar sem hann ætlaði að mynda, sem að var Viðreisn, Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins. Flokkur fólksins með engan, Sjálfstæðisflokkurinn með 7, Framsókn með 1 og Viðreisn með 3. Það dugar ekki, það er 11. Það þarf eitthvað stórt að gerast til þess að nú er þetta meirihluti haldi. Þetta Einars rætist. Já, það er ólíklegt. Þannig að þarna erum við kannski að tala að sé jafnt líklegt að Sjálfstæðisflokkur og Samfylkingin búið til bandalag. 2 einfaldir flokkar, það er ekki að vera að semja við 3 eða 4 eða eitthvað vesen. Það er ein útgáfan. Svo náttúrulega líklegast útgáfan að það er ennþá meira en halvt ár til kosninga. Þannig það mun allt breytast, þannig þetta verður aldrei niðurstaðan. Nei. En það er samt, ég hef alltaf samt gaman að þessu. Já, það er Viðreisn eftir ákveða framboðslista, þar verður nýr leiðtogi. Miðflokkurinn á eftir ákveða framboðslista, þar verður nýr leiðtogi. Flokkur fólksins á eftir ákveða sinn lista, þar verður nýr meirihluti, hún ætlar ekki alltaf áfram hún Helga. Píratar, það er náttúrulega formannskjörið í helgina. Ég meina, það er ekkert víst að Dóra Björt leiði listan og Alexander að vera með 2. Það er alls líklega Octavía leiði listan sem að vera að fá þennan stuðning frá félögum sínum. Já. Það verður einhvers konar prófkjör hjá Samfylkingunni. Það er ekkert víst að núverandi borgarstjóri leiði listan. Hún var hlustuð á þetta á Stöð 2. Hún dró svona fram að Samfylkingi var að aukast og var í ánægja með þeirra störf. Þannig að hún er náttúrulega í Hildur var líka að spyrja því hvort að hún myndi leiða listan. Hún sagði að það eru engin annar boðið sig fram í leiðtogakjörið heldur ég.
en það ekki víst að það verði eldur. Þannig að margt eftir að breytast í þessu. Alls ekki. Talan ekki ef að svona fylgir þeim með þeim og alltaf svona meir og meiri trú á því að þau fái borgarstjóra, þá náttúrulega... Sjálfstæðisflokkurinn? Já. En þá komi margir rétt upp höndina? Já, mér þykir þá það vilja margir líklegt. vera með, sko. Mér finnst það líklegt, en svo náttúrulega vitum við heldur ekkert hvað gerist vinstra megin. Sósíalistarnir, hvernig þeir ætla að haga sínum seglum og sanna Sanna ætlar ekki undir Sjálfstæðisflokknum. Einmitt, en hún hefur ekki gefið upp hvað hún hyggist gera. Hún lítur að fara að svara því hvað hann ætlar að gera, því að þú ert búin að útiloka svona margt að þá er kannski fáið kostir eftir. Þá er bara komið eftir að segja hvað ætlar að gera. Ég er heldur ekki viss að Líf leiði lista VG. Það var svona svolítil hallabylting í VG í Reykjavík. Já, hún er ekki vinsæl hjá sínu fólki. Nei, hún har alltaf verið nei, hún har aldrei verið það. Hún har aldrei haft svona allan hópinn með sér. Nei. Hún var náttúrulega í harðri baráttu við Sóleyju Tómasdóttur sín tíma. Þau muni einu atkvæði eitthvað. Jú, einmitt. Sóley hélt sætin á einu atkvæði eitthvað. Það var eitthvað mjög... Og er ekki kært á milli þeirra. Nei, þeir eru svona hnífjafnt eitthvað, eins og við sjáum hjá Sjálfstæðisflokknum núna, það er bara það. En nú er stuttu jóla, ég meina mun eitthvað koma fram fyrir jól, ég meina mun Miðflokkurinn koma með lista eða Viðreisn með lista eða er það nokkuð? Það þykir Hefur ólíklegt. ekki verið að sigla bara inn í aðventuna og fólk hittist og segir þetta búin öllu fyrir jólin? Jú, ég held að. Er ekki nóg að gera þetta í janúar? Jú, ég hugsa það. En einu sinni, manstu, að þá var sagt að væri sniðut að lega eitthvað svona til dæmis með frambóði stuttu fyrir páska, af því þá var svona fermingarnar og þá myndi það spurjast vel út í fjölskyldum samkvæmum. Þetta hefur aldrei verið sagt jólin. Það hefur verið sniðut að sleppa ykkur rétt fyrir jólin og leyfa því að svona seikla í... Ég veit ekki af hverju það er, af hverju fólk hugsa svona allt öðruvísi í fermingunum heldur en í jólabóðunum. Ég veit ekki, kannski að því að fólk er ekkert voðalega mikið að hittast jólin. Er það ekki bara svona svolítið eitthvað á þönum, eitthvað svona út allan bæ, voðalega svona eitthvað teygt og svona finnst það algjör kvöð með jólabóð. Það er svolítið aðstæðilegt að vera að ræða pólitík í jólabóðum, það er svona sem börnin eiga nú sviðið. Já, einmitt, svo er það kannski bara svona hjátrú í mörgum fjölskyldum að bara að ræða ekki pólitík jólin. Ekki pólitík, ekki kynlíf. Já, það er svona ýmislegt sem er pannur. Í jólabúðinu. Herðu, það fór einhver sendinefnd frá Trump til Moskvu. Hún svolítið frekar þunn. Utanríkisráðherrann er ekki að fara og þetta er nú bara eitthvað félagi hans úr fasteignabraski í New York sem að fór með eitthvað í töskunum sinni. Og þetta voru fréttir út allt. Við skulum bara taka smá rúnt á því. Það er Berlínske var að fjalla um þetta. Og það er margir sem byrtu svipaða mynd að þessu borði. Já, þetta er fallegt borð. Og þarna kemur svona að hann er ekki, Trump er ekki bjartsýnn. Það komið svona annað svolítið hljóð í hann. Hann er að segja að þetta sé erfitt að ná þessu saman. Þannig það er... Hann er gefst upp. Já, ég held að það hafi nú verið svolítið ljóst. Ég ætla að skjóti neitin frá Guardian því að hún hafi verið þessi fréttir eiginlega út allt. Það er að Rússar séu loksins að taka yfir borgina Pokrovsk sem að það er svona 60.000 mann sem byggu þarna fyrir stríð. Þetta er svona mörkunum við kallum þetta borg. Þetta er svona eins og Kópavogur og Hafnarfjörður til samans í mannfjölda. En það eru fréttir út allt að varnir í Úkraínu séu að bresta þarna, þessi bara fámennt lið eftir í einhverjum útjaðri, möguleika einhverju verði einangraðir og kannski handteknir og eitthvað leira. En þetta verður svolítið á sama tíma af því að það kemur svolítið inn í þetta að Rússarnir eru ekki að draga úr hernaði sínum í aðdraganda meintra mögulegra friðarverðum. Nei. Og Zelenski, hann var í Írlandi. Já. Mér fannst það að hugsa, ef að maðurinn er á Írlandi, þá er ekkert að marka þetta. Ég meina, ef hann væri möguleiki að það væri að fara að semja frið í Úkraínu, þá ferði ekki til Dublin. Nefnum ykkur aðrir séu það sem hann getur talað við. Ég meina, Írar er ekki eins og í NATO, sko. Samt að þið veljið þetta sem fundastað alveg bara. Nei, hver ætti að vera í Dublin? Ég er enginn í Dublin, sko.
Hann ávarpaði þingið. Hann reyndar núna í svona smá herferð að fara út fyrir að leita til stuðningsmanna NATO, sem ekki NATO, peninga. Af því að það ljóst að Bandaríkjamenn þá tókum við kannski bara næstu frétt sem frá Ítalíu. Þar kemur hann fram á að það sé augljóst, segir Zelenski, að Bandaríkin eiginlega að missa áhugann. Og þess vegna fer hann til Írlands, sem ekki í NATO, ekki í svona heitstrengingunum að leggja til aukinn peninga. Og hann að tala við Ástralíu og svona lönd sem hafa verið svona stuðnings með NATO í heiminum. Hvort að setja saman peningum til þess að mæta þörfinni þegar Bandaríkjamenn draga tilbaka. Þannig ég held að það sé eiginlega eina. Herðu, en Putin hélt blaðamannafund eiginlega, hann stóð svona og tók við spurningum og það eru margir fréttamenn sem sögðu það, við skulum byrja heima og Vísi segir tilbúin í stríð við Evrópu, þetta hljómar nú eins og hann sé bara í starthólunum. Já. Og Vísinn fyrir myndina. Já. Hann með kreftan hefan. Já. Og Rúf var með svona svipaðan tón. Já. Ef Evrópa vill stríð við Rússa, erum við tilbúin? Það nú kannski svona líkari því sem maður voru að segja Reuters segir hvað? Reuters svona í þessu einmitt. Þetta svipað á Rúf. Þetta svipað á Rúf, sko, en þú veist, en það vísar því að hann muni... Það segir, með fyrirsendunar. Já, með fyrirsendunar einmitt. Þá kemur BBC og BBC segir sko... Já, hann segir ekki vilja stríð við Evrópu, en hann segir tilbúin til þess að berjast. Já, það sem hann segir á ganginum, hann segir við viljum ekki stríð við Evrópu, en ef Evrópa vil stríð við Rússa þá erum við tilbúin. Já, og við tókum það saman hann í svona nærmynd af því sem hann segir nákvæmlega. Þetta ég bara beint af kúnni, þetta þarna frá fréttaritara BBC. Hann segir, we are not going to fight with Europe. I have already said this 100 times. Hann hefur sagt það 100 sinnum, hann ætli ekki í stríð við Evrópu. En ef Evrópa vill berjast við okkur, þá erum við auðvitað tilbúin núna strax. Svo tekur þetta svolítið saman til þess að benda á að íslensku miðlarnir reyna að stilla þessu upp svona eins og það sé örugt að hann sé vondi kallinn. Já, sko, já, og við auðvitað efast ekkert að Putin sé vondi kallinn svo það því sé haldið fram. Hann alltaf bölvað illmenni. Já, við stöndum í stríði þá að lýsa upp góði kallinn og vondi kallinn og við heyrum bara allt í vonda kallinn og allt í góða kallinn. Mér finnst þetta svolítið ítækt við það sem við höfum verið að tala við þetta borð, að sko stríðsæsingurinn í Evrópu þvíumlíkur og ég meina Putin talar það sérstaklega að Evrópa standi hreinlega í vegi fyrir friði í Úkraínu og hann talar það einmitt í dag á þessum blaðamannafundi, hann segir þetta bara beinum orðum og þetta kemur svona í kjölfarið því hann segir ég ætla ekki stríð við Evrópu en ef það það sem þið viljið þá þetta svara ég því. En maður gæti líka sagt frá þessu þannig að hann segir að Evrópa sé að reyna að spilla fyrir friðarviðræðunum og hann hafi náð samningi við Trump vinsinn. En þar voru menn sem það vantar aðila máls sem Úkraína og Evrópa inn í það. Þannig að hann taldi sig vera búin að gera samning við Bandaríkin en Bandaríkin bara ná ekki þeim samningi í gegn vegna þess að Úkraína hleypur meira segja til Dublin í leita einhverju stuðningi. Og það þá langlíklegast, ég ætla að tala með Hilmar Þór eftir, við erum tala lengi þetta mál og við ætlum að fara yfir þetta kannski í síðasta skipti einhver tíma vegna þess að þetta mun ekki koma neitt út úr þessum samningaviðræðum. Ég held að það sé langlíklegast að það mun halda áfram þessi átök og ég held að við munum ekki heyra neina góða frétti frá Úkraínu næstu mánuðina. Þessar viðræður voru dauðadæmdar frá upphafi, held ég. Já, og eins og það sem að Zelenski var að segja þarna í Corriere della Sera það sem hann segir að Bandaríkjunum búin að missa áhugann þannig ef að þetta verður bara enda svona að það tilboð sem að þeir koma með til Moskvu þannig að það bara vita allir fyrirfram að Rússar myndu segja nei og þá mun bara stríð halda áfram en þá líklega með þeim hætti að Bandaríkin draga sér tilbaka og þá verður Evrópa að fjármagna þetta og það líklega ástæðan fyrir því að það það ástæðan fyrir því að það fara að leita peningum annars þar. Evrópa dreymdi lengi að geta tekið þennan varasjóð Rússa út úr belgísku bönkunum en ég held að belgarnir munu koma í veg fyrir það og þá þarf að finna peningin og þetta gríðarlega kostnaðarsamt, við erum að tala nokkra 20 milljarða
10.000 milljarða íslenska króna sem að vantar og þá fer Zelenský heiminn að reyna að safna í baukinn. Þannig Þetta örlög þessa mann sem Zelenský, hann býður sig fram í svona brýri, svona besti flokkurinn var fyrirmyndin. Hann býður sig fram sem í svona friðar boðskap að sætta þjóðina því að hún var klofin eftir átöki sem höfðu verið á milli rússneska hlutans og svo náttúrulega úkrænumenn sem tala úkrænsku og rússar sem tala rússnesku en á milli líka úkrænumenn sem að tala rússnesku því að þetta er búið að vera svo stór hluti. Og það var mikil ósætti í þessu landi og hann býður sig fram og fekk mjög góða kosningu að búa til sættir við þessu. Þá var voru uppreisnarmenn í Donbass búin að taka stóran hluta af því svæði og hann talaði að koma á friði og ætlaði að vera beggja megin að tala bæði austur og vestur en síðan hefur náttúrulega bara hans stefna raunverulega snúist við. Hann situr núna og með herlög í Úkraínu og í stórkostlegum vandræði hans ríkisstjórn. 2 ráðherrar búin að segja af sér og hans nánasti pólitíski samstarfsmaður út af spillingamálum. Þannig hann stendur mjög veikt. Við höfum vitnað í kannanir að 2/3 hlutar Úkraínumenn að vilja frið, að vera samið frið og þeir vita alveg hvað, þeir halda ekki að þeir geti samið frið og rússar bara gefist upp. Þeir vita alveg í hvað þeir felst og þá það kannski fólk sem í vesturhlutunum. Það alveg til í að höggva af sér eitthvað í austurhlutunum. Vegna þess að mörgu leyti þetta þannig að allt tal okkar sem var mjög ríkt að nú var Úkraína orðin ein þjóð stæði heilsugar eða einhverju, það ég held að það engi sem haldi því fram í dag Þannig að þetta svona en ég held að þetta búin að hálfgerður skrípaleikur þessar friðarviðræður alveg frá því að þessi 28 punktar lágu en alveg verið þrungin Já, Zelenský var mjög og það sem alvaran var í honum og rifjar upp hvað hann segir. Alvaran við erum að missa bandamann, sagði hann. Og hann endurtakað það í ítölsku pressunni. Það líklega niðurstaðan og það alvarleikin í þessu að Bandaríkjamenn að draga sig út úr Úkraínu. Ég tel líka það sem Pútín að segja að ef Bandaríkjamenn fara út úr þessu að ef Evrópa vill stríð Ef svona eins og Macron og fleiri sem vilja senda hermenn til Úkraínu og svona. Já, þá Evrópa komin í stríði sem hann ætlar þá að svara. Það bara svona. Þá mun þetta vind og vona sig. Þetta hryllingur. Þetta algjört krabbamein í Evrópu, þetta stríð. Og snertir bara okkur sem svo marga aðra. Herðu, það var frétt á RÚV sem var að vísa í Kveik sem líklega bara í loftinu meðan við erum að tala. Það fjallar tryggingar og ráðgjöf sem kom svolítið inn í fréttir fyrir, hvað ætla að segja, svona 5 árum, 4 árum. Að þá var Novis að vera að selja líftryggingar. Þetta eru svona ekki venjulega tryggingar, þetta eru líftryggingar. Og þeir voru settur rannsókn bara víða Evrópu. En einhvern vegna þá hélt tryggingar og ágjöf bara áfram að selja og skiptu bara og eru núna að selja fyrir eitthvað fyrirtæki sem heitir VAFGVAF. Kveikur að tala við fólk sem til þess að vera mjög svikið af viðskiptum við tryggingar og ágjöf, að vera mjög áköf sölumennska og þröngvað upp á þeim þessum tryggingu frá Novis, held ég fyrst og fremst. Ég held að sé ekki komin svo reynsla á VAFGVAF að það sé verið að fjalla það í þættinum. En þar tapaði fólk, konan sem var í fréttunum, tapaði helmingnum af sínum sparnaði. Já, þetta sem sagt svona séreignar sparnaður til að og ég blandaði einhver líftrygging. En það var þeir byrtu viðtöl við sölumenn sem hefur verið og þeir listu sem bara svona, ég veit ekki hvað þetta kallað, svona gong-ho stemming, það bara allt gert til þess að veiða fólk í gildruna og mikil svona kappur í því. Herðu, það að horfa á þetta á Kveik sem aðra hvora viku, fréttaskýringaþáttur á RÚV. Það var frétt sem var víða, erum við frétt af RÚV, að Íslendingar eru þyngst í Norðurlandabúa að meðaltali, ekki í heild. Og við höfum svo sem heyrt þetta áður, ég man það ekki svo langt síðan að ég held að í OECD að þá vorum við í flokki með svona Bandaríkjamönnum og Mexikonum og við vorum eiginlega að skera okkur frá Evrópumönnum. En hver ykkar tilfinning ég er ekki að spyrja hvort að þið séu að fitna, en finnst ykkur Íslendingar að vera feitir að því ég býnir í bæ og þú býrðir það líka í bæ og maður sér eiginlega bara túrista og túristar sem koma til Íslands eru svona frekar vel á sig komnir.
Já, þeir eru allir í svona fjallaskóm og tilbúin að fara í pufferúlpum. Þeir eru leiðin í eitthvað fjallgöngu. Þannig að ég meina, finnst ykkur Íslendingar vera... Sko, ég held að einmitt að það hefði svona ákveðið heilsuæði gripið sig og fólk væri rosalega fitt, en svo það náttúrulega ekkert, ég meina, þyngd ekkert endilega sama og óheilbrigði. Þetta talað hvort þessi þyngd, þannig að ég held að allir læknar, allir segja að það sé samhengi á milli of mikilla þyngdar og heilsu, þótt að við getum örugglega fundið eitthvað sem rosalega þungur en samt ekki óheilbrigður. Þannig að við skulum hafa það í huga. Ég held að það einmitt, ég held að það sé kannski líka mjög á þessu að það tengsl á milli þyngdar. Þetta álag á hjartakerfi, þetta álag á liði og þú þetta eykur líkurnar á sykursýki sem náttúrulega stórskaðlegur sjúkdómur. Ég yfir meðalþyngd, sko. En þú veit ekki í hvað heitir það? Obese, hvað heitir það? Offita, já. Nei, sko, ég veit ekki, eins og ég skil þetta, jú, þá þetta, hafi þetta svona, já, ég veit, ég kaupi þetta ekki. Þá skulum við spyrja fyrirverandi landlækni og núverandi heilbrigðisráðherra, hvað segir hann? Íslendingar alltaf þungir, segir þú? Sko, svo einhverju sem segir bara já, en ég meina það þetta bara genatíst. Íslendingar eru bara svona byggðir, þeir eru með ákveðið svona genamengi, við söfnum okkur Ég er búin að vera lifandi á Íslandi lengur en þú. Það var ekki þannig að þegar ég var í skóla að þá var svona kannski einn feitur og ég ólst upp í svo hryllilegu samfélagi að hann var oft kallaður feiti, sko. En ef þú sér svona krakka hópa núna, segjum bara í 9 ára bekk eða 12 ára bekk, þá það bara 1/3 sem svolítið svona choppy. Þannig það ekki beinabyggingin Íslendinga breyttist ekki á tímabilinu. Jú, ég man eftir þessu samtali fyrir kannski einhverjum 15 ára síðan, en mér finnst þetta eitthvað svona svolítil afturför og ég veit ekki betur en að við séum að því að við séum afturför en að tala holdafar sem eitthvað svona saman sem merkjum milli þess að vera heilbrigður, sko. Það bara... Það Tara Margrét þegar þarf að halda. Þú ert ósamlega læknunum sem hann ekki áherslu á sem ég segi þetta sé alvarlegra, sko, þetta var alvarlegasta heilsu. Já, en sko við getum ekki, þetta ekkert endilega samvismerki. Það eru alls konar margir aðrir þættir. Það auðvitað matræði sem skiptir miklu máli og matræði Íslendinga það gera sér allir grein fyrir því. Þú ert á því að þyngd, þessi mæling áhersla læknanna á þyngd sé bara algjör mistök. Já. Ok, ég ætla aðeins að gefa fólkinu sem í lýðheilsunni og næringarfræðinni og læknunum smá séns. Þegar þeir fara í matvöruverslun í útlöndum, þá yfirleitt ekkert sælgæti. Það kann ekki að kaupa KitKat eitthvað, en hérna eru hillumetrarnir. Það var allskins sælgæti og fólk stendur og mókar onni poka. Þetta hlýtur eitthvað starf að koma fram. Ég man að einu sinni fór ég að því að mér vantaði eitthvað og fór nótt í Hagkaup. Það opið í Hagkaup í Skeifinu alla nóttina. Og ég svona að labba eitthvað, að skoða eitthvað. Svo byrjaði alltaf að heyra svona. Og ég sagði, hvaða hljóð þetta? Og þá labba ég að nammi ganginum sem fullt af bara svona og þá var að byrja nammidagar þar sem allt selt út úr þessu gangi á afslætti og þetta var alveg ótrúlega skrítin hljóð þar sem að fólk stóð bara alveg inn í þessum gangi hafa verið svona 40 manns og skópluðu ofan í pókana komu með svona eins og hausinn á sér í póka að kaupa nammi. Ég kann ekki segja þetta, ég náttúrulega til svona nammibúðir í útlöndum sem bara nammi. Já, en ekki sko inni í matvöruverslun. Ég man ekki eftir því. Ekki svona. Nei, ég held að þegar ég var svona... En það borðum við meiri sykur, við borðum sko 3 sinnum meiri sykur þetta næsta þjóð. Já, við þurfum líka átt okkur á því að sko félagslegur ójöfnuður það sem að eykur líkurnar á að fólk borði óhollari mat og þarna erum við að tala kannski eitthvað sem það engin svona fat shaming í þessu. Það bara hvort að við sem hópur, þetta svo svipað þegar maður að tala notum við of mikið af geðlyfum. Við notum 4 sinnum meiri geðlyf heldur en Danir. Ég til að vera alveg óvart að tala það þótt að maður ekki halda því fram að allir sem nota geðlyf sé að gera það í okkur óþarfa. Það augljóslega við einhvers staðar. Nú ætla ég bara að bíða til fréttinni niðurgreiðsluna á sprautuhormóninu Hvað sprautuhormónum? Að ég offitu Ozempic og ég ætla að sjá hvort þetta tengist ekki bara eitthvað. En ég held að líka að þjóta að tala stórmarkaðina þá eru þeir náttúrulega mjög sérstakir á Íslandi að þeir eru
þeir halda náttúrulega mikill óvöllust af fólki. Það er ekki bara nammigangarnir, heldur það eru stundum sko, það er gosi, það er bara annað eins. Og svo ertu kannski með næsta, þá ertu með keks og svona morgunkorn, kannski 2 svoleiðis ganga. En svo þegar þú kemur að vera í grænmetinu, þá ertu með svona ónýtan lauk og þetta er allt meira og minna ónýtt einhvern veginn. Þannig að þetta eru bara einhverjar maskínur sem eru að selja bara óhollasta mat í heimi. En svo mörgum, það getur bara keypt heilan hvítlaukssaus og fyrir þessum 1 eða 2 í heimili. Hvítlaukssaus? Hvítlaug? Nei, hvítkáls. Hvítkál. Já, það er næstu bara við. Það byrjaði á hvít, ekki láta svona. Nei, en sko, það var að kaupa allan helgi sausinn, sko. Já, einmitt. Það eru svona neysluskammtar fyrir 1 eða 2. Þeir eru ekki til. Þeir verða að selja okkur alltaf fyrir annarkvort marga eða heila fjölskyldu. Ég skil gott við. Þetta eru stórmarkaðir vísa okkur bara beint inn í óhollasta mat sem að framleitur í heiminum. Eins og gjörunni matvæli sem hefur svolítið verið að fjalla núna, sem að allir eru að vara okkur við að borða. Við höfum bara að borða grænmeti, kjöt og fisk og kannski mjólk. Herðu, ég setti inn eina svona næringarfrétt með. Það varstu póstur að fjalla um þetta. Það er svona alls konar skítur í matnum okkar og það hefur verið að benda á þetta í nokkra áratugi. Það hefur ekkert verið gert í þessu. Það er bara ekki að sjá neinn árangur vegna þess að þeir sem eru að framleiða sko matinn í iðnaðarvædda matinn sem að vera að tróða ofan í kokið okkur og er að gera okkur bæði heilsulaus og feit og þung, svo það sé sagt, að það er ekkert verið að gera í því. Herðu, það er kosningar í Honduras og það er ekki hægt að fá niðurstöður. Þar Trump hans maður heitir Nasri Asfura og er frambjóðandi þjóðarflokksins. Það eiginlega svona vinstri maður sem forseti þetta núna en sá flokkur ekki að ná árangri. Sá sem er líklegur til þess að annaðhvort vinnur Asfura eða Salvador Nasrallah sem er svona frjálslindur hægri maður, þannig að þeir eru að keppa. En Trump alveg óður af því að það verið að telja atkvæðin og búið að telja held ég 57% atkvæða held ég, frekar heldur en af kjörskráni og það munar bara nokkrum atkvæðum. Og Trump þarna einhvers staðar í Hvíta húsinu að garga og því verið bara að stoppa. Hann tók þátt í kosningabaráttunni með því að sleppa Hjón Orlando Hernández sem hafði verið forsetið þetta í Honduras en rak Honduras eins og hvað það kallað Nartic State flutti inn mikið af fíkniefnum til Bandaríkjanna og var handtekinn og dæmdur í Bandaríkjunum í 45 ára fangelsi. En ég vonum að hann gæti einhvern veginn ýtt undir hans mann í kosningunum og sleppti Trumpunum, náði hann. Sem svolítið kostulegt vegna þess að hann þykist vera að undirbúa stríð við Venezuela út af innflutningi fíkniefna sem líklega ekki rétt. Nei, það flest sem bendir til þess að það sé ekki rétt. Það verið talað að það sé ólía. Þannig CNN fréttir við með það? Já, CNN tekur svona undir þessar áhyggjur að Bandaríkin séu reynilega tilbúin í stríð vegna þess að það séu svo mikil hráolía þarna undir. Það sé talað 330 milljarða af tunna af hráolíu sem sko 50 af heimsbyrðunum. Þetta rosalegt magn og vegna viðskiptaþvingana á Venezuela þá fer samt sem áður þrátt fyrir þetta gríðarlega magn þá bara aðeins 0,8% heimsframleiðslunni á hráolíu hún kemur frá Venezuela. En Maduro, hann hefur auðvitað heitið því að hann muni þjóðnýta þessar auðlindir sínar og þess vegna Trump svona harður á sínum viðskiptaþvingunum. Þeir eru ekki vinnir, það verður seint sagt. Það er allt saman svolítið loðið, stór hluti af olíunni sem pumpaðan upp fer í olíuhreinsunarstöðvar í Bandaríkjunum. Og þær eru, ég las einhvern veginn
Það ef þú smíðar svona olíuhreinsunarstöð þá miðast það við tiltekna olíu. Þannig það ekki auðvelt að svissa bara allt í einu yfir í ameríska olíu eða eitthvað annað. Þannig að þeir sem eiga þessar olíuhreinsunarstöðar eru alltaf að fá undan þá til þess að flytja inn frá Venezuela. Þannig þetta eru mjög loðin viðskiptasambönd. En Pete Hegseth, stríðsmálaráðherrann, hann í vondum málum, það stefnir í að þingi muni verða með svona yfirheyrslur yfir fólki hver hafi skipað að vera að myrða fólk á Karíbahafinu. Þetta utan við allan lög og rétt, bæði alþjóðalög og náttúrulega bandarísk lög, að skjóta fólk bara á færi, alveg sama hvað þú heldur. Já, og hún kom fram nú man ekki hvað hún heitir talskona Hvíta hússins í dag, þar sem hún hafnar hreinlega þessum, það sem þau vilja meina séu bara tilhæfilegar ásakanir í garð Hegseth, en hann hefur neitað, en nú vilja þau meina að skipunin hafi komið frá aðmíráli Frank Bradley, eða Frank sem kallaður Mitch Bradley. Hann sé sá sem hafi stýrt þessu, hann hafi gert það eftir einhverjum svona prótokólum hernaðarlegum til þess að sem lið í stríðinu gegn fíkniefnum, og þar að leiðandi sé þetta réttlætanlegt. Þeir söktu þarna þessu seinna skipi sem var fullt af saklausu fólki. Og þetta var svona svolítið gert í skjóli nætur, þetta var hratt og einhvern veginn svona að þeir virðist án undirbúnings eða samtals, þetta var bara sprengtur hérna úti á hafi. Það hefur gert nokkra svona? Já, og eiga eflust ekkert eftir að hætta því, en það sem svolítið merkilegt í þessu öllu saman að þau eru auðvitað að segja að þetta tiltekna mál, það kannski tengist ekkert því að það eru komnir 15.000 hermenn, bandarískir hermenn sem eru farnir að gera einhverjar æfingar þarna við landamæri Venezuela, stærsta freigáta í heimi, hún marrar í kafi fyrir utan. Stærsta flugmóðskip í heimi. Já, flugmóðskip segi ég. Og það framöndu göttunum. Þannig að þetta svona, þeim hefur tekist að blekkja heimsbyggðina áður með innrásin í Írak, Afganistan og með einhverju svona fyrirslætti stríð gegn hryðjuverkum, fíkniefnum og einhverju svona. Þetta komið á þingið og það voru þarna þingmenn demokrata sem að kvöttu hermenn í Bandaríkjahernum að hlýða ekki þessum skipunum og þetta komið á dagskrá þingsins að það var nú ráðist mjög á þessa 8 demokrata, en þeir eru svona hægt og bítandi að vinna það að það verið rannsakað í hvernig staðið að þessum morðum. Ég með eina svona gamanmynd. Það stendur ofan á bátnum, já, við erum að flytja dóp, en við erum lofað að kaupa kryptó af Trump og þetta sé leiðin til þess að komast til Bandaríkjanna. Þetta svona að þið voru nú að tala þennan mann sem var dæmdur í 45 ára fangilsi fyrir að selja gríðarlegt magna af fíkniefnum í Bandaríkjunum og honum sleppt. Þannig að það ekki svona, ekki alltaf þetta skilja siðferðiskompásin í Trump. Nei, það sem merkilegt að utanríkisþjónusta Bandaríkjanna hefur verið að nota núna samskiptamiðla í auknum mæli til þess að réttlæta þetta stríð sitt og gjörðir Hegseth og þessa aðmíráls. Og þeir eru með marga fylgjendur og hver póstur frá þeim, það er kannski 15 milljónir sem að sjá hann bara strax. Þetta er svona ný taktík í utanríkisstefnu Bandaríkjanna. En samt sem áður þá virðist þetta ekki alveg vera að virka, því að það er svona, fjölmiðlar þeir halda svo litið að sér höndum, þeir eru gagnrýnir í garð Trump og hans fólks og þetta virðist ekki alveg vera að ganga upp eins og þeir ætluðu sér. Já, en þetta Venezuela menn eru að hlusta og að Maduro að undirbúa stríð. Já. Hann það. Hann heldur eina ræðu á dag og hann að segja fólki að undirbúa sig. Já, hann sefur aldrei í sama rúminu og talar ekki sama
farsíman og hann svona eitthvað sem smakka matinn. Já, eitthvað sem þetta alveg þannig og hefur núna bara svona farin að herbúa sitt fólk í svona gorilla hernað búin að dreifa vopnum bara til almennings þannig að fólk geti svona bara tekist á við hermennina ef þau koma á land. Það verður að því að smakka matinn að það sagt að til þess Putin hefði mann sem að smakka matinn. Já. En Trump hefur það ekki, vitið hvað það er? Hann borðar bara út McDonald's og það er... Já, hann borðar McFish. Hann einn af fáum mannum í heiminum sem gerir það. Það þarf ekki að smakka matinn í honum, það enginn búin að sem kennst að honum. Herðu, það er önnur frétt frá Venezuela, það er búið að loka lofthelginni, Bandaríkjamenn er búin að loka henni en ekki alveg. Nei, það var, Maduro opnaði fyrir, í rauninni þessu fólki sem Bandaríkin hafa verið að taka höndum núna, Venezuela í Bandaríkjunum og að senda þá eftir heim. Maduro samþykti núna að taka á móti þeim en Trump hann lokaði í rauninni lofthelgi Venezuela í gær og í fyrradag. Og það voru svona örfáar flugleiðir en á móti þá lokaði Maduro fyrir flug frá Bandaríkjunum yfir til Venezuela en hann búinn að opna þessa leið þannig að fá fólki sitt heim. Það þeir sem að Trump að sparka á landi að Maduro tekur á móti þeim. Já. Herðu, við erum með fiskifréttir að búið svona þráður hjá okkur að fjalla breytingar í sjávarútvegi. Hérna er einn frétt frá fiskifréttum meira framleitt og mikla fjárfestingar hjá Ísfélaginu. Ég held að það var allt í hang. Já, þetta er mjög merkilegt sko. Það er að Ísfélagið sem er hitt stóra sko, í Vestmannaeyjum hefur verið að fjalla vinnslustöðuna og vandræðin sem hún hefur lent í sko og verið í vandræðum. Þeir hafa sagt fólki og kennt veiðigjöldunum Já, og seldu togara sem hún er búin að kaupa og svona bakka. En hjá Ísfélaginu hefur þetta verið alveg þveröfugt sko. Þar eru þeir bara á sko fyrstu 9 mánuðum ársins að þá þénuðu þeir veltan hjá þeim var fyrirgefðu 9,5 milljarðar á fyrstu 9 mánuðum og rekstara hagnaður á þenn tíma var 4,9 milljarðar. Bara rekstara hagnaður á fyrstu 9 mánuðum og 5 milljarðar. Og þeir segja að þungar ágjörði hvað verði með skattahækkanir sem eru sem sagt veiðigjöldin. En þeir eru búin að vera að skipta út heima fyrir nýrra skip og þeir eru fulli fjárfestingum. Já, og þeir eru framkvæmt með Vestmannaeyjum og Þórshöfn. Það var nú bent á það þegar stundum verið að segja það að aukin veiðigjöld drægi úr fjárfestingu að þá þegar var veiðigjöld voru hækkuð hvað mest eftir hrun af svokallari vinstritstjórn að í kjölfar á því að þá jókst mjög fjárfestingi í sjávarútvegi meðan allir þessi stóru togarar með perustöfnin komu eiginlega í kjölfar á því. Þannig það er ekki alltaf þetta samhengi sem alltaf verið að halda að okkur. Nei, og það er sem sagt eru þeir bara í sóknarhug en verða svo að segja sko óvissa vegna skattahækkana eitthvað en það er fyrirtæki sem er sko blússandi ferð og sko bara stórt og sterkt fyrirtæki þannig að þeir eru ekki trættir við að þeir ráðu ekki við breytingarnar. Já. Hér er frétt af Úlfari Lúðvíksinni sem kom í viðtali við Helga Seljan. Þetta var nú kannski svona frétt yfir helgina. Úlfar Lúðvíksson var lögreglustjóri á Suðurnesjum, var mjög áberandi út af Grindavíkurmálum en líka út af svona landamerunum. Hann var þóttið svona harður á að vísa fólki frá landi. Eitthvert ósætti var á milli hans og ráðherra sem vildi ekki endurnýja. Það er þannig að þú ert ráðinn í 5 ár og svo oft er það bara endurnýja sjálfkrafa en þú mátt sitta 10 ár hámark í hverju starfi. Þú vildi auglýsa. Já, og þá er ofta sleppt þarna eftir 5 árin að auglýsa. Þetta er bara, ráðherra hefur heimild til þess að gera það. Hún vildi ekki bjóða honum áframhaldandi starf en bauð honum að vera lögreglustjóri á Austurlandi sem honum fannst hlálegt. En hann mætir til Helga og svolítið svona, talar lögreglum bara gerspilt. Með þetta svolítið sláandi viðtal. Já, ég sá þetta ekki. Sömuleyti þá hugsa maður alltaf svolítið þegar svona maður er reiður sko, sem kannski lítur upplifið að hann væri bara rekinn. En mér fannst svona margt í þessu hvernig hann talar lögregluna að þetta sé mjög veik
veik stofnun, sko. Ég held að ég var að hlusta á viðtal svona aukna hörku á landamærum og svona, þetta snýrist ekki það, sko. En þetta tiltölu nýlegt viðtal, ekki? Þetta var bara núna, held ég, á laugardaginn eða hvað þetta var á föstudaginn. Þetta var búin að vera í fréttu núna yfir helgina. Já. Þannig að sko honum á að vera runni reiðin allan að búin að jafna sig. Það nú allur gangur á því, Sigurður. Það sumir sem ennþá reiðir yfir einhver rýmtið bara í meðlagsskóla, sko. Já, það allur gangur á því. Herðu, það hérna, ef við horfum niður í þing, þar var kynnt fjárlögin voru að koma út úr nefnd og það jókst meðal annars ýmislegt sem að við verðum nefna akkur að vera að skera niður við ljósið og þetta og líka þetta hvar eru loforð viðreisnar auknar aðgerðir til að mæta börnum í vanda. Og það bara ektinni framtíðinni, 2027 og þetta er neyð. Ekki að morgunur inn eins og það er neyð. Ég veit það. Þið finnst þetta aumt. 2027. Skulle ekki geta fundið einhverja leiði á meðan, sko, þeir að byggja þetta hús. Þeir eru að tala öryggisvistunina, þetta ekki? Já, í RÚV fréttinni. Öryggisvistu barna. Öryggisvistun barna? Já, ég held að það sé verið. Ég held að þeir væri að tala öryggisfangelsi. Fyrir þá sem að hafa svona lokið afplánun eða geta ekki lokið afplánun. Já, lokið afplánun. Þetta er ekki börn, En þetta var þá aldrei kosningalofvörð, því ég ætlaði að tengja þetta við Guðlaug Þór, að hann var á þingi og segði að vera öll kosningalofvörð svikin, þetta var ekkert kosningalofvörð. Æ, búið að hann dapur yfir því. Hann er ekki í stuð, hann er ekki glaður þessu dagana. Nei. Hann hefur svolítið tekið að sér að svona fussa yfir hvað ríkisstjórnin sé vitlaus einhvern veginn. Hann er svolítið þar. Og kunni ekki með að fara með völdin. Hann er svona talað svolítið eins og skilið lyklana stemmingi, sko, sem eru oft verið í sáttúrunum. Hann komið með svona djúpan áhyggjuþríhyrning hérna á ennið. Þeir sem að telja sig vera réttbornandi valda sem að á nú ekki alveg við hann vegna þess að hann er nú bara göttustrákur úr Borgarfirði. Já. En hann náttúrulega varð ungur formaður svo hann hefur búin að vera duglegur þannig séð. En við höfum svolítið verið að segja að sko ríkisstjórnin sé svolítið í vanda. Að hún flokkarnir lofuðu miklu, flokkur fólksins þegar hann kom, Viðreisn lofaði miklu, meðal annars alls konar stór átaki í þessu, en ekki hækka skatta. Og Samfylkingin lofaði líka bara með betra plan í hinn og þessu. Ég held að hafi öll lofað ykkur svona í þá geðheilbrigðismála. En hvernig finnst ykkur svona stemmingi vera? Er þetta ríkisstjórn sem er að standa við lofurinn? Það er bara búin að vera í ár. Það getur nú gert ýmislegt á einu ári. Já, það fór nú svolítið tími í veiðigjöldin. Fór líka tími að óska eftir tillögum sparnaði og opinbera. Já, svo er náttúrulega alls konar fer rosalega tími í ykkur svona starfshópa og skýrslur og svo að tala skýrslurnar og niðurstöðu þeirra og svo komast að ykkur niðurstöðu. Í staðan fyrir að ganga svolítið hreint til verks. Ég held að sko íslenskur almenningur sakni þess svolítið að stjórnmálafólk gangi bara hreint til verks. Það bara segist alltaf að gera eitthvað og það bara fylgir því eftir og gerir það. Það er ekki neitt þol fyrir glærusýningu lengur. Nei, við erum komið svolítið leið á þessu. DFF er með frétt sem að við reynda fjöllum aðeins þetta. Það var forsöðu frétt Morgunblaðsins í gær sem að ég upplýði nú að hefði verið byggð á einhverju misskilningi. En ég sé að Morgunblaðið er nú að reyna að halda því fram að þetta hafi breytt einhverju í sambandi til dæmis við kynslóðaskipti bænda. Já, þetta er sama taktikin og notum mikið Englandi. Þetta byrja á því að tala eitthvað eins svona og svo er það komin í vörð. Þetta er það sem að Farage var komin í, hann var fremstur í flokki þarna, það voru bændamótmæli í Bretlandi bara núna fyrir svona ári síðan út af einmitt svona erfðaskattamálum. Og þar voru, sko, talaði hægrið inn í erfðaskattamálin í þágu bænda, þannig að þetta er taktist. Það er nú ekki í fyrsta skipti sem að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn tekur upp til dæmis þetta með að vera á móti sköttum er náttúrulega bara svona amerísk stefna, sko, sem er ekki. Þar var talað erfðafjárskatti sem dauðaskatt, skatt á hinna dauðu og þar heldur gott. Herðu, við erum með þannig í þingi, Snorri Másson, hann kemur sér í fréttinar hverjum degi eins og hans átrúnaðargoð Trump.
hann núna vill hann senda hælisleitendur til þriðja ríkisins. Þetta hefur verið til umræðu víða, meðal hans í Bretlandi, heldur að verið ræktið tilbaka með það, og svona hugmyndum að senda til Rúanda og Úganda og einhverja fleiri staðar. Já, og svo hafa nú verið einhverja hugmyndir að senda fólk til Albaníu. Þetta hefur ekki gengið eftir neins staðar, nema í Ástralíu. Þar eru þau með samning við svona, ég veit ekki hvort þetta kallað Kyrrahafseyjar, það svona nálagt, en líklega Kyrrahafseyjar. Það sem að þeir bara, ef þú mætir og sækir hæli þar, þá ertu bara flogið með þig í 7 klukkutíma á einhverja eyju. Þetta alveg ótrúleg af mennskun og bara svona einhver svona skeppnuvæðing á ofboðslega sorglegu vandamáli sem við stöndum öll frammi fyrir. Við byrjum öll ábyrgð á hvort öðru á jörðinni og þetta bara að... Pólitík einhversta stundum að við heyrðum að Bretarnir voru að tala um hana, einhvern tíma var að tala um þetta í Danmörku. Þetta svolítið svona það sem Snorri Másson gerir, hann pikkar upp svona, hann svona cherry-pikkar. Hvað heit hann Johnson, hann fór eitthvað til Afríku. Boris. Já, ég meina það ekki langt síðan þau voru að tala um, þau voru að handsala Ítalía og Albanía voru til dæmis að gera með sér eitthvað svona samning. Það sem að fólk verði einmitt, það verður sendt þarna yfir, þannig reyndar ekki 7 klukkutíma flug, það er kannski klukkutími eða eitthvað, en það eru hann einhverja fangabúðir það stendur til allavega á Ítalíu, þannig að þetta þekkist alveg, en þetta ógeðslega ljót pólitík og þetta mjög ómanneskjulegt, hvernig, Miðflokkurinn leyfir sér að tala um flóttafólk. Þetta eiginlega hvergi í okkar nágrinni, en þetta stundum verið talað um. Heldur að Snorri sé að taka þetta upp fyrir þess að vita þetta verið ekkert að þessu, hann sé bara, þetta sé bara liður í hans aðferð við að afmennska bara alla útlendinga eiginlega, það eiginlega hans stefna. Þetta ekki bara hælisleitendur, hann talar eiginlega, hann vill ekki að... Ég bara ekki alveg á hann vill helst ekki að útlendingur afgreiðan í bakarí. Nei, einmitt, ég átta mig, hann á nú samt börn með konu sem með blandaðan bakgrunn og það umhverfað bara, hann hlýtur þá að vera að tala um sinn eigin afkvæmi einhvern veginn, þetta er orðið svo bilað, Hann ætlar ekki að senda þau til því. Nei. Herðu, en tókst ekki eitthvað jú, það reyndar Nei, það var ekkert myndband. Jú, það var myndband. Það var af þinginu. Erum við með myndbandið? Það er eftir augnablik. Já, en þá ég bara ræða þessi 2 kort á meðan. Ég get líka bara sagt ykkur hversuna myndbandið. Ég tók saman að því að ég hef svolítið verið að velta fyrir mig hvort uppgangur Miðflokksins eigi sér svona sömu ástæður og uppgangur sambærilegar flokka í öðrum löndum. Og þarna tók ég saman fylgi Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins eftir aldri og stundum er verið að segja okkur að það sé svo mikið fylgi hjá yngsta fólkinu en það er ekki alveg beint sko, það er bara samanlagt voru þetta frá maskínu því ég fekk ekki aldursskiptingu í Gallup þannig að þarna var samanlagt fylgið þeirra 32% yfir heildina þannig að það er ekki fyrir en að þú komin eftir 50 að þessi flokkur hafa meira fylgi samanlagt heldur en almennt. Ef ég fæ næsta graf, þetta er næsta graf sem þá bara Nú allt komið í númer 30. Það bara næsta mynd. En það voru allt í steik hann út af vídeóinu. Já, þetta er aðeins spennandi. Þetta er íhaldsflokkurinn og umbótaflokkurinn sem ætti að vera sambærilegt. Þarna sjáum við sko bara allt aðra mynd að þessi flokkar er eiginlega ekki með neitt fylgi með yngra fólks og svona alltaf þessi ekki nálægt í að vera meðalfylgi þeirra svona fólki á barneignaraldri, foreldrakynslóðin. En fylgið er að sækja fyrst og fremst til eldra fólks og það ávið flesta þessara flokka, þannig er þetta. Þannig að það sem ég ávið með þessu að þegar maður skoðar stéttagreiningu og aldursgreiningu og ólíka afstöðu til dæmis í London eða dreifðari byggðum eða í riðbeltunum í norðurinnu að þá sér maður svona efnaðslega ástæður fyrir uppgangi umbótaflokksins. En þessar forsendur er ekki á Íslandi. Og þegar maður er að skoða til dæmis svona skiptingun eftir aldri, þá er hún ekkert eins og í þessum löndum þar sem þessi flokkar er náð inn. Þannig að sko við erum ekki með efnaðslega forsendur eða það að eldra fólk sé bara orðið hrætt að England sem að það ólst upp sé ekki lengur til eða eitthvað svoleiðis. Það á ekkert við á Íslandi sko. Þannig að ég ætla að halda áfram að reyna hvort ég geti dregið fram með svona tölum hvað er ólíkt með uppgangi Miðflokksins hér og sambærilegra flokka af því að hægri podcasturinn alltaf held að fram að við sem að fá einhverja bylgju sem er óhjákvæmilegt að koma hingað. En ég held að ef að Miðflokkurinn er að rísa, sem ég veit ekki, hann reis í fyrra líka og fóru niður aftur, að þá held ég að það sé ekki sambærilega forsendur. En erum við með myndbandið?
þarna snýr allt öfugt. Já. Spegill. Já, þannig svarar Snorri Másson Þorbjörgu dómsmálaráðherra sem að hún svona spurði hvað hann ætti sameiginlegt með Novartis, henni fannst hann ekki taka alveg nú vel í þetta brottfararbúðar fangelsisbúða frumvarp sitt og hún svona var með eitthvað skæting og sagði að henni þætti bara svona tíðindi ef að Miðflokkurinn ætlaði ekki að styðja frumvarp brottfarastöð og talaði nálgun flokksins í útlendingamálu sem hún sagði eiginlega snýrist bara hælisleitendur sem að mér fannst svo lítið kaldhæðnislegt en hún spyr að þessu, Snorri Másson segir að Miðflokkurinn og Novartis eigi það sameiginlegt að kynna sér efni frumvarpsins og mér fannst þetta svolítið fyndið. Miðflokkurinn og Novartis séu þannig í sama bás. Já, í rauninni, einfallega vegna þess að það lásu frumvarpið. Herðu, hérna frétt líka þinginu, þetta Jón Gnarr, hann alltaf að tala mannanafnalög. Já, hann nú heila nota bara því að hann, veitu hvað hann gerir, það búið til Bandaríkina til að skipta nafn. En þetta fréttaskýringarþátturinn þetta helst. Já, og var ekki talað hann? Nei, það verið að þetta það að tala mannanafnanefnd, hugsalega breytingar á henni. Og eflaust kemur Jón þar en þá kemur sem vakti forvitni mína, það var að nýtt samþykknafn eru til dæmis Anathasius, Fjörður, Mansi, Jörvaldur og Ríma. Og Ríma? Já. Það var einn svona hundur sem var gestgangandi á samstöðinni sem heit Ríma. Já, mér veist Fjörður og Ríma mjög Ríma. Já, þetta er En heyri ég tóni á þér að þú viljir eiginlega banna þessu nöfn það? Ég? Þú tilgætti að fólk megi skýra börnin sín það sem þau vilja. Sigurjón Magnús Fjörður, það er nú svolítið fallegt. Ég bara nei. Þetta er bara það er svona nöfni svo, Hel, Satanía, Allt og Grímdal. Það er svolítið svona keppni á mörgu fóröldurum að Mér þykir Hel nú svolítið fallegt. Það verður einstakt nafn sem einstaklingur fái. Já. Ég hugsa að þetta eigi nú eftir að bara ganga tilbaka og það komi svona Skarphéðinn og Bergþóra það voru nú ekki marga kríur þegar ég egnaðist mína en það var nú fullt að það er nefnilega gallin við að vera frumlugur og það kemur svo hann lagði fram fyrir en það er þetta bara gleði efni að það séu margar kríur. Jón Gnarr, hann lagði fram frumvarp. Herðu, lögmaður áfram í gæsluvarðhaldi, þetta tekist einhverjum skipulögum glæpastarfsemi? Jó, við munum eftir þessu, þetta var með kannabisræktun með svo Raufarhöfn og víðar. Já. En það verður ekkert komið fram hver þessi lögmaður en það er ansi áhugavert að hann skuli ennþá verið í gæsluvarðhaldi því að hann heldur fram sakleysi sínu og gæsluvarðhaldi er allir saklausir í fangelsi er sagt. Já, en gæsluvarðhaldi er auðvitað mjög íþyngjandi inngrip í líf saklaus fólks sem ekki hefur verið dæmt og að lögmaður skuli vera í gæsluvarðhaldi í þetta langa tíma, það sætir miklu fyrir. Það sækir þetta fyrir dóm aftur og aftur. Þannig það virðist eitthvað vera þarna allavega nóg til þess að löggan og dómarinn trúið að þess virði hafa hann þarna. Það var ein skemmtileg frétt Öldi var önnur Við hefðum ekki lint látum á sínu tíma fyrir að við værum konni með hver þetta var. Já. Lögga segna, svo sögum ekki neitt. Þá reynir á eiga heimildamenn innan lögreglunnar. Það bara byrti ekki nöfnin, Ég held að RÚV sé með það að þeir byrti ekki nöfnin á sakamönnum með fóðu 2 ára dóm. En svo er náttúrulega aldrei hægt að halda því þannig að það er alls konar frávik til því. En það var ein frétt af þinginu sem við gleymdum að Kristján Þórður spurði ráðherra út í það hvað ríkisfyrirtæki hefðu eitt í áróðusmaskínur SA og viðskiptaráð, segðu ekki? Já, það er nú aðalega með viðskiptaráð því að SA semur fyrir hönd ríkisfyrirtæki. Það er ekki svo langt síðan að ríkisfyrirtæki voru þar ekki inni þrátt fyrir það og það er ekki svo langt síðan að það voru til samvinnufyrirtæki og þau áttu sín eigin viðsemjenda að það er ekki gefið að allir fari inn undir hjá auðvaldinu. Það er samninganefnd ríkisins, hvað hún heitir? Já. Hún semur til dæmis við kennara, sjúkrahúsfólk og fleira en svo koma þessi fyrirtæki eins og Isavia, RÚV og þessi OHF og þar er leitað til SA
en ekki til samninganefndar ríkisins. En svo aftur... Mér finnst þetta verra. Ég finnst að ríkisfyrirtæki eiga bara að hafa sína eigin samninganefnd. Já, en svo kemur allir viðskiptaráð. Já. Sem náttúrulega bara áróðsmaskína. Já, áróðsmaskína, já. Og þetta eitthvað sem að bara verið greitt út, bara talsverðir peningar á síðustu 10 árum til viðskiptaráðs. Og nú næsta spurning. Hvað var að vera að kaupa? Já. Það var í fyrirsögnin, þannig voru 245 milljónir, ég sló á því að þetta væri sem sagt 36,5 ára listamannalaunum sem ríkisfyrirtæki borga. Og ég veit ekki hvort að almenningur spurður hvort viltu að 36,5 ár af listamannalaunum farið til áróðursmaskínu viðskiptaráðs eða hvort að listamenn fái það. Ég held að listamenn myndu vinna það. Já, alveg klálega. Talan ekki með myndi fylgja myndir að þeim. Fólk átt að staði hverju þetta eru. Herðu Heimi, það einn sem að fekk listamannalaun. Stefán Máni. Olsari. Hann búinn að vera, hann var bara mjög fyrir stuttu síðan var hann hjá Stefán Einari upp í Mogga, talaði niður listamannalaun og talaði að þetta veri ætti að leggja þetta niður. Já, og svo segir hann að ég fær hann heiður og lúksus að fóra aumingi í 6 mánuði. Hvað hann aumingi þótt að segja listamannalaun? Já. Hann tekur hann til orða á hana? Já, hann bara dóni. Ég veit ekki hvað hann datt ofan í eitthvað svona manósper þú veist, og varð að einhverju svona allt hægri öfgamanni allt í einu og alltaf bara einhverju sko leiðilegasti og andstyggilegasti maður á internetinu sem að ég hef bara lesið mjög lengi. Í bílförnum, það mörgur sem við stóðum einmitt restin af manásperinu. Ég bara mæli ekki með því að skoða hann á samskiptamiðlum. Ef einhver ætlar að gefa Maríu jólagjöf þá vil hún ekki bók eftir Stefán Mána. Nei, hreint ekki. Það nefnilega svo furðulega stundu fréttirnar í kringum listamannalaun og kannski erfitt að flytja fréttir þeim. Hérna frá Mannlífi. Þarna myndar Loga. Og mér finnst það svolítið skrítið sko að Andri Snær, Svavar Knútur og Ísold Duggadóttir eru sett hann í fyrirsögn. Ísold Duggadóttir fekk reyndar sko styrk í 12 mánuði. Andri Snær fær bara í 9 mánuði. Ég segi bara, ég meina hann er oftur í 12. Hann fær 9 mánuði. Það er líka talandi þessa svona sem eru á móti listamannalaunum. Það er stundum finnst mér eins og sko megin þungi sem lagður á Andri Snær fá ekki listamannalaun. Ég bara næði þessu ekki. Það er svona náttúrusinni eða? Ég bara næði þessu ekki. Ég heyrði í einhverju podcast daginn vera að kvarta yfir að hann hefði verið í einhverju veislu forsetans í New York fyrir einhverju mörgum árum. Það er svo mennindir sem er alveg með hann á heilanum sko. En ég ætla að fá þetta aftur. Svavar Knútur er þarna. Hann er bara 3 mánuði og þarf að velta fyrir sér. Þetta einhver, ég man ekki hvað margir sem að fengu 300 manns eða eitthvað. Ofboðslega duglegur Svavar Knútur að koma fram og spila út allar. Hann er mjög vinsæll hérna á Norðurlöndunum og treður upp mjög reglulega og gefur af sér. En af hverju alltaf hann sé í fyrirsögnum? Hann er að fá minnsta stykki. Kannski að þetta þau eru fræg. Nei, ég meina Ísold Duggadóttir nú kannski ekkert fræg svona á meðal plötusins. Þá fengi það meira en 3 mánuði. Já, 100%. Mér finnst bara að listafólk ætti að fá bara sem mest og oftast. Já, takk. Hérna er svona þetta, Morgunblaðið telur að neyðaratkvæðið sé virt. Það er hérna Norðurál að verja það að þeir ætla bara að borga í 3. orkunni. Og þeir eru bara harðuð því og þetta fyrir dómstól. Morgunblaðið líka með allt eru staði í blaðinu viðtal við forstjóra Orkuveitunnar að þeir ætla að draga saman í rekstri 8 milljarða. Þetta er ekki alveg rétt að segja í rekstri. Þeir ætla að draga rekstri 2 milljarða. Þeir ætla að minnka alla fjárfestingar, til dæmis þetta Carbfix-mál þeirra að það dregst saman. Mér finnst þetta bara svo rosalega háar upp að 8 milljarðar sem að þeir eru að draga saman í rekstrinum. Finnst þú ekki mikið? Út af þessu einu. Já, finnst þú ekki mikið? Það er mjög mikið. Rosalega peningar í þessu. Herðu, Álfheiður Selfyssingur. Eymundardóttir eða ekki, mann ekki alveg. Eymundardóttir. Hún var að segja svo Pírötum, það er eitthvað svona óánægja sem skellur við það. En hún segir að þessu komið alltaf langt til vinstri. Hvað meinar hún með því? Ég veit ekki. Ég hef ekki séð neina stefnubreytingu Pírötum. Mér finnst sko, þingflokkurinn var alltaf vinstra megin við borgarstjórnarflokkinn. Nú er þingflokkurinn farinn. Þannig að borgarstjórnarflokkurinn, mér finnst til dæmis Dóra Björt og Alexandra vera svona frekar hægri Píratar, eða ekki? Nú lítur hún að vita eitthvað sem meira en við af því að það hefur ekki komin en stefnubreyting frá Pírötum. Það hefur ekki marka stefnum einhver tiltekin mál í svolítinn tíma. En hún situr í bæjarstjórn Árborgar. Þannig að mistu Píratar einn bæjarfulltrúa. Já, hún ætla kannski að fara í miðflokkin.
Það svona alls margir að móta sig Miðflokkinn þessi tala. Já. Herðu, það verður ekki prófkjöri og Sjálfstæðismönnum í Garðabæ, þetta eitthvað frétt? Nei, kannski bara still upp á lista. Herðu, það var ég sagði ykkur frá því í gær stoppfund á Jórparti í Breitlandi, þar var mikið átök og mikil deila og meðal annars hún Sara Sultana og hún sagði ykkur í viðtali að það þyrfti að við myndum líklega þýða að þjóðnýta allt hagkerfið sagðum, og það hrukku margir til og hvað þetta bara komin ykkur á bara ríkið að reka allt og þannig að hún þarna í Kanari heitir þetta sem svona vinstrisinnaður miðl að útskýra þetta og það voru margir sem voru inn á synginu í kringum það er svolítið að draga hana upp sem svona alveg ykkur stjórnlausan ofga ultra vinstri en hún að lýsa þessu þannig að sem hann átti við eiginlega að hið opinbera eigi að reka allar svona stofnkerfi samfélagsins en síðan eiga bara verkafólki og launafólki að eiga fyrirtæki sem náttúrulega ekkert svo róta hugmyndið og pælir í því. Þetta var, ég meina, sænskir jafnaðarmenn voru að gæla við þetta svona kringum 1980 og við bara fórum svo langt inn í nýfrjálshyggjuna að þetta þykir bara vera bara eiginlega drottinsvik að nefna það að verkamennir sem búa til verðmætin eigi að fá eiga þau verðmætis. Og þeir gætur ekki líka. Gætur ekki, það líka. Við höfum hætt að trúa því til dæmis að verkafólk búið til verðmæti. Við trúum því að hvað heitir að frumkvölar búið til verðmæti. Við erum svo komið svo... Hverjir þessi við svona þá talum? Það svo bara í þessu samfélagi sem við lifum í, að því aldrei fram. Við getum bara hlusta á umræðum efnahagsmálna og fréttum ríkis. Við bara var út úr þessu mingi við En að því að þetta tengir svona þjóðnýtingu, þá könnun sem var gerð á meðal Breta hvað viltu að ríkið eða hið opinbera reki og það þetta fjólubláa. Og það efst það löggan, það eru 89% vilja löggan og síðan kemur heilbrigðiskerfið, 87%, herinn, skólarnir, veiturnar sem hafa verið einkavæddar og skólarnir eru að stóruleyti einkavæddir í Bretlandi þannig að það eru 85% sem eru á því að það eigi að vera hið opinbera, 82% vasskerfið, lestarnar sem voru meira og minna einkavæddar, 76% vilja að það sé Royal Mail var líka einkavæddur, svipað alltaf verið að tala að gera við Íslandspóst sem eiginlega búið að markaðsvæðan, hann nákvæmlega eins og sé einkavæddur. 75% vilja að ríkið sé á það. Orkufyrirtæki 71%, strætó og almenningssamgöngur meðan annars kynnisferðir út á Keflavíkurvöll. Það eru 66% sem vilja það. Ríkisútvarpið, BBC 62%, háskólarnir 60%, háskólarnir Reykjavík og þetta dót, Póstur og Sími bara ná honum aftur til ríkisins. Það er komið niður fyrir 39. Það eru fleiri sem að vilja að símafyrirtæki séu bankarnir og flugfélögin. En þetta eru gaman að sjá svona könnun á Íslandi. Helgi Magnús orðinn skemmtiatriði í fréttunum, hann í nútímanum sem hefur mikinn áhuga á honum. Skammist ykkar guðsvólu aumingjar, hverjir eru það? Það eru stjórnmálamenn sem að monta sig á því að henda milljörðum af skattfé í transfólk í New York, göng fyrir Hamas og Gaza. Hvað það eru milljarða? Já, af skattfé. Í transfólk í New York, hvað á hann? Það veit ég ekki. Göng fyrir Hamas og að halda upp í alls konar aðfluttu hyski á velferðarkerfinu sem ætlar aldrei að vinna fyrir sér og fyrirlíti menningu. Hann fer í framboð í Reykjavík sem aður. Já, það held ég sér óklust. En hann vil meina það að vandi barna sé komin vegna þess að við séum alltaf að bóra göng fyrir Hamas. Við sendum kærleikskúluna til hans. Það var kærleikskúla. Kærleikskúlan. Já, haldaþræði eftir Lof Höskuldsson. Hann þetta er svona kattarníkill. Já, hann gerir mjög frumlega útsemsverk, hann Logi og svona, þau eru mjög skemmtileg verkin hans, en þetta þessi kúla, hún fer styrtar sumarbúðina í Reykjadal og Það er ein kærleikskúla heima að mér sem hangir uppi, ég tók hann ekki niður eftir 70 jól. Nei. Sem ég horfi á hana þar sem ég sitt og vinn við tölvuna mína með tölvuna og púða. Það hrísla svona þig kærleikurinn. Ég horfi að því að þetta er setning sem að stendur í manni ekki alveg hver hún er. Þetta er setning sem að Kjartan Ragnarsson sagði við son sinn einhvern tímann. Mjög búin að drekka mikið af koníaki
Þá sagði hann eitthvað, það er svo erfitt en fallegt að vera manneskja. Já, þetta var á kærleikskúrinu það árið. Þetta eru lokin á fréttunum. María Lilja og Sigurjón Magnús, kæra þakkir, og Pétur Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu í fjölmiðlun, þessum fréttaflutningi okkar. Ég bendi á að rauðaborðið er hér rétt handað við hornið. Ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá kemur nýr straumur fyrir rauðaborðið, margt áhugavert sem á dagskrá þar. Við hefðum getað það til þess viðtal við Kristján Þórðs sem við vorum að ræða hér áðan, við getum bent á það. En ef þú ert að hlusta í útvarpinu eða horfa í sjónvarpinu þá engar áhyggjur að hafa, rauðaborðið er hér eftir augnablik. Loftslagsvísir Hellnaskers sýnir að losunarfrekustu fyrirtæki landsins losuðu samtals yfir 4,7 milljón tonn af koltvísýringi árið 2024. Icelandair trónir á toppnum og heildarlosun hefur aukist 9% frá fyrra ári. Með því að draga þetta fram viljum við ýta undir gagnsæi og ábyrgð og minna á að framtíðin þarf minna kolefni, ekki meira. Gleðileg jól með von minni losun á komandi ári.